Komið sæl. Ég held að segjast gott að byrja því að ég sýnist að það sé nú orðið meir en fullt hérna. Ég vil nú byrja á því að þakka ykkur hjartanlega fyrir að koma svona mörg ykkar að vegja hjarta því að þetta er 9. sinn sem að við erum saman komin undir því nafni. Og það er náttúrulega allt sprungið eins og þið sjáið og samt finnst mér, samt hefði ég vilja að það væri fleira fólk hérna. Af hverju? Vegna þess að ég vilja að bæjarfulltrúarnir okkar hefðu komið og séð að fyrir 50 árum þá var tekin ákvörðun að byggja þetta hús hér, þar sem við nú stöndum. En í ár er 100 ára afmæli Vestmannaeyjabæjar, þá þurfum við bara meira rými. Við þurfum rými til þess að geta tekið myndarlega og hlýlega móti, ef að segja 200 til 250 manns. Þið eru lifandi sönnum þess að þessi nauðsyn og við bara skulum vona það að áður en árið er liðið þá verður þetta veruleika. En við höfum dagskrá hér að ganga til, það eru 4 fyrirlesarar og síðan vonast ég til að fá ykkur upp og jafnvel, vonandi öll og það verður þá annað yfirfall á því og það verður bara ánægilegt. Ég var hérna í gær á tónleikum eins og mörgu ykkar og það var alveg tróðið þar. En ég vil samt nota þetta tækifæri og þakka 3 einstaklingum sérstaklega sem eru hér. Það eru þau sem hafa haldið utan mega hjarta frá upphafi. Það eru þau Atli Ásmundsson, Atli Greifi sem er hugmyndasmiðurinn. Það er Einar Gylfi Jónsson sem er fyrirliðinn og andlitið okkur út á við. Og það er svo Þuríður Bernóttursdóttir sem stjórnar okkur. Þetta eru við hérna þessi 4 sem stendur saman að þessu. Og það er eitthvað ánægilegt fyrir mig að vera í núverandi starfi mínu þegar 90% vinnunum mínu unnin að einhverjum öðrum. Það var óskandi að væri ofta svona. En við höfum þann háttinn á að ég kynni bara núna ef það segir frá í eitt skipti öll hverjir tala. Þeir munu þurfa lítillar nafnkynningar hér í þessum bæ, þessir einstaklingar sem koma hér fram. Og síðan þegar að sá síðasti búinn þá ætla ég að segja örfáorð og síðan ætla Einar Gylfi að stöpa þessu. Og ég ætla áður en ég gef Einari Gylfa hljóðnumann, þá ætla ég að segja ykkur frá því hvað er hérna fyrir ofan okkur eða hérna annara hæð hérna reyndulega. En það er þá fyrst Helgi Bernóttursson, síðan Inga Jóna Hilmisdóttir, næst Sigurjón Guðmundsson og að lokum Edda Andrésdóttir. Síðan segja örfáorð lokum aftur og Einar Gylfi Jónsson frá þetta. En gjörðu þessu vel, Helgi Bernóttursson, gjörðu þessu vel. Kæru Eyjamenn, gleðilega hátíð, til hamingju með daginn. Þegar maður lítur tilbaka á ævi sína út frá gamla Eyjahjartanu, þá var það svo að þar fer meira fyrir konum en körlum. Ég kynntist miklu frekar konum í kringum í uppvexti mínum en körlum þeirra. Kallarnir voru svo fjarlægir að börn komist ekki í kynni við þá, það var lengra á milli eða þykkari skel á þeim, með ágætum undantekningum, sérstaklega bakararnir. Best væri að byrja á því að segja svolítið frá móður minni, en ég ætla ekki að taka hana hér. Ég heldur systur mínar mjög margar. Heimili okkar Borgarhóll var mikil miðstöð í miðbænum, þótt lítið væri og ómegð og fátækt. Þar var eins og kvenfélagsfundur á hverju morgni, gríðarleg kaffidrykkja og fréttaburður. Tryggasti gestur var mágkona mömmu, föðursystir mín Alla á Felli, sem sagði bæði fréttir og nam fréttir af gestum. Við kölluðum hana stundum frú Reuter.
eftir þekktustu fréttafrófi heims. Það var geysilega fréttafróð, ekki hvað síst eftir Helgar og Landlegu. Því að Húnbogi bróðir hennar á Sandvíði var dyravörður í höllinni og hafði auðvitað frá mörgu og merkilegu að segja næturlífinu og skemmtanlífinu í hinni blautu og villtu verstöð, þar sem voru alls konar samdrættir og sundurvildi. Alla var sérstæð kona og mikið tryggða tröll, ævin og enda og okkur alveg sérlega kær. Eftir hádegi komst nú meiri fríður á heima þegar búið var að seðja marga munna og krakkarnir farnir aftur í skólan. Þá kom yfir til mömmu nánustu nágrannakonur og trygglustu vinnur hennar, Laufey í Grafarholti og Þórunn í Steinholti, meðan diskarnir voru vaskaðir og borð þvegin. Grafarholt stóð og stendur enn við sunnan við Borgarhól og í því húsi ríkti jafnan friður og ró og regla var þar á öllum sviðum, allt angaði að þrifnaði. Í Grafarholti var vatnssalerni, meðan enn var kamar hjá okkur og eftir að hann fauk var talsvert sótt til Laufeyjar. Allt hann til að þetta var sett upp hjá okkur. Öllu þessu tók Laufey af þolinmæði og líka afnotum að síma en þangað kom sími snemma. Laufey hóf sambúð aðeins 21 árs gömul með fullorðnum manni, Jóni Seglasonar af Bjarnarsyni, sem þá var 60 skipstjóri úr Reykjavík, Vestfirðingur og ætt, döggur yfirlitum og burðamikill. Það voru 39 ár á milli þeirra hjóna í aldri, en ásti þeirra voru 39 sinnum meira en venja var. Jón var kominn talsvert á níræðisaldur þegar þau byggðu austan við húsið nýtt svefnherbergi. Laufey var einstaklega brosýr og elskuleg kona, hljóðlát og hjálpsöm, svo að fágætt var. Og þegar ég sem unglingur fór úr hreiðrinu út í heim, þá saumaði hann mér ný sænguföt með fallegum hekluðum bekkjum og setti stafina mína HB á koddann. Og á það handarverk lagði ég höfuðið lengi og hugsaði hlýlega til mömmu. Norðan við húsið var svo Steinholt og þar var Þórunn Elíasdóttir sem stjórnaði húshaldinu með filterlausar rollersígarettur. Þórunn bar manngæðin utan á sér, var jafnan æðrulaus og með hlýlegt bros. Og þegar það Laufey og Þórunn komu í kaffisopa í Borgarhól eftir hádegi, þá var meiri ró þar yfir öllu og notalegt að heyra skrafið í og dillandi hláturinn í þeim. Sunnan við Borgarhól var svo Byggðarholt og þar var Kristín Halldórsdóttir. Enginn samgangur var milli húsmæðranna en ég var mjög tíður gestur þar. Kristín var ótrúlega rösk og glaðleg og eitthvað svo greindarlegt í fari hennar. Hún var aðfluttur, Eyfirðingur og hefur áreiðanlega komið margt spánst fyrir sjónir í Eyjum. Hún hafði hjá sér tengdamóður sína Ólöfu sem var fædd 1875 og átti prjónavélmanni og prjónaði margt. Enn ofar voru svo Eiðar og þangað kom ég stundum með tóna æskuvini mínum úr Byggðarholti því að þar bjó föðursystir hans Árný, dóttir Ólafar og fyrir hjúskap, faðir hennar drukknaði með áður hún var fædd. Það var mjög hlýlegt á Eiðum og allt með gamla laginu, kolaeldavél í rúmgóðu eldhúsinu og Árný sat á kolli og neri brennsluspritti í fótasár sín. En já, Guðmundur maður hennar, hann kenndi okkur strákunum að búa til rörasprengjur fyrir gamlásmenn. Aldavíja var svo ofar, en þangað kom ég eiginlega aldrei inn í dyragættina. En oft þegar við vorum að stela njólum í garðinum til að fá okkur að reykja, þá sáum við Sigríði Badavíu breiða fyrir lágvaxinni konu á heysufötum. Hún var hvítasunnumaður og bænheit og því var hvíslað á okkur að hún hefði með heitum bænum sínum frelsað Sölvason sinn úr rústum Þýskalands og því að þar hefði hann verið fangabúðastjóri. Gegnt okkur við kirkjuveginn var svo óvætturinn mikla Gróa Einarsdóttir.
sem okkur stóð mikill stuggur af. Og þegar við vorum í boltaleik, ég tala nú ekki þegar boltinn skall af húsi hennar eða gluggum, þá ýldi hún sig við okkur í glugganum og kom stundum út og sagði okkur þá á hvaða stað við myndum stikna þegar djöfullinn kæmi að sækja okkur. En áður myndi hún ganga aftur og hrella okkur seint og snemma. Hún var forn og ill í skapi en til þess lá dapurleg saga andstreymis, sorgar og vonbrigða og upplagið var líklega eitthvað súrt líka. Hún var eins og fleiri sem þarna voru á Törfunni fædd 1875 en kom til Eyja á Landeyjum frá Hallgeirsey upp úr aldamótum. Þá eignaðist hún nokkru síðar barn, efnilegan son með Þórði Bollu Þórðarsyni bakara sem svo sleit sambandi við hana og fór vestur í heim. Leifur Grófarsson var alinn upp á Mosfelli án mikill afskipta móður sinnar. Hann fór til Reykjavíkur ungur maður og lést úr berklum 26 ára gamall klæðskeranemi. Og í Morgunblaðinu í júní 1930 birti Grófa svofellda auglýsingu. Af hrærðu hjarta þakka ég þeim Andrési klæðskera og konu hans fyrir þá fágætu, vináttu og hjálpsemi sem þau sýndu syni mínum, Leifi Sálu og Þórðarsyni í langvinnum veikindum hans. Bið ég góðan Guð að launa þeim af ríkdómi sínum. Vestmannaeyjum 20. maí 1930, Grófa Einarsdóttir. Ég var svo hissa þegar ég sá þessa klausu, hafði þessi kona, þessi óvættur, virkilega svona viðkvæmar tilfinningar. Og Grófa hataðist við kirkjuna og til þess lá atburður sem varð við fermingu Leifs í Landakirkju. Af misskilningi fremur en meinbægni fékk hún ekki sæti í kirkjunni nærri fósturfjölskyldu Leifs. Þá hét hún því, mér sagt, að koma aldrei framar í kirkju, lífs eða liðin. Og þess vegna var hún ekki að ævilokum borin í kirkju, heldur beint að gröf sinni í Krosskirkjugarði á æskuslóðum í Landeyjum og sungið yfir henni þar. Ofan við Gróuhús var bókabúðin og garðhús og enn ofar gamli spítalinn, franski spítalinn og þar bjuggu þær Fríðu systur Jósefína og Berta. Reykjavík meyjar sem fluttu ungar til Eyja og í garðhúsum var mikið að vera á öllum hæðum og þar var vogsabakari í kjallaranum og sölubúðin skagaði fram í götuna. Þau voru glæsileg og samhent hjón Berta og Stáki, Jón Jónsson, og þar hlaut auðvitað að koma frá þeim fríðu flokku barna og afkomenda. Ég man Bertu alltaf brosandi og kampvísa, hún leið gólfið alveg eins og Doris Day, vöxt við svip. Hún lifir enn og heldur þokka sínum. Á henni sannast að góðskapið lengi lífið. Í líkhúsinu bjó Adda gamla. Ég ætla að segja í líkhúsinu gamla bjó Adda og þangað var gott að koma. Adda var mjög sköruleg kona og sló alltaf upp veisluborði fyrir okkur krakkana þegar við komum þangað. Engli maðurinn hennar, sem var smiður, hafði gert húsið upp og íbúðarhæft, þótt lítið væri og rak út allar franskar afturgöngur. Adda var úr Reykjavík en kom til Eyja og eignaðist Söndru með Ísleifi Magnússon í London og Sandra var oft á sveimi á þessum árum upp og niður kirkjuveginn milli líkhúsins og London, milli föður og móður og lagði eitthvað gott í málana. Skáhaltamóti í Steinholti í norðvestur við hliðina á Tommabúð eða Framtíðinni var svo stórt hús og heldur óhrjálegt. Þessi draugahöll mátti muna sem fífil færi hér Dagsbrún, sennilega innflutt norskt hús sem síðan var forskalað og glataði þá sjálfma sínum. Einar ríki keypti húsið og gerði að verbúð, auk tveggja íbúa sem þar voru og hafði veiðarfæri geymslu í kjallaranum. Draugagangur var mikill í húsinu. Þar var líka svo hávaðasamt og ófriðilegt í kringum vertíðarstelpurnar að farið var að kalla húsið Kóriðu, en þá stóð Kóriðustyrjöldin yfir og skýði á allt í fréttum.
Þegar ég man hins vegar fyrst eftir mér var orðið miklu friðsælla yfir þessu húsi og kominn friður í Kóreu. Í húsinu bjuggu frá 1953 Gunna og Tóni, sonur hennar. Við kölluðum hana Gunnu í Kóreu, en hinn ráðsettu Gunnu í Dagsbrún og í kirkjubókinni hét hún Guðrún Einarsdóttir frá Hlaðbæ. Þar var hún fædd og uppalin. Þeim þótti báðum sopinn góður mæðginunum, en Gunna var mikill kattavinur og ég held að hún hefði haft hjá sér að minnstu 20 ketti og þeim var stroki og þeir voru aldir vel. Nokkru sinnum kom ég í Kóreu, bara upp í stigann, kannski var ég að koma af apótekinu, en þessi dularfulla kona í þessu dularfulla húsi átti sér talsverða örlaga sögu sem ég þekki nokkuð, sögum ástir og vonbrigði og margs konar áföll. Og Guðni sonur hennar, sem þótti afbragð annarra manna jafnt ytra sem innra, fóstaðist 26 ára gamall, var stýrimaður á Guðrúnu, aflahæsta skipinu. Öllum sem ég spyr Gunnu ber saman að hún hafi verið ágætasta kona, vinnusöm og góð í viðmóti. En fyrir okkur krökkunum var þetta aðeins gömul kona með skuplu sem vann í turkhúsinu. Gunna var aðeins 58 ára þegar hún lést. Hinum megin við kirkjuveginn var svo Bjarmi sem stóð samkvæmt bæjarskráni við Miðstræti. Þar bjuggu 4 fjölskyldur, sumar barn margar. Þar var Hulda Hallgrímsdóttir sem var heimilisvinur hjá okkur, notaleg kona og skemmtileg og ættuð frá Seyðisfirði og talaði rétt eins og amma mín sína dásamlegu austfirsku mállýsku sem því miður að hverfa eftir dálítið undarlegt stríð. Það var oft vitnað til orða hennar heima með viðeigandi framburði og áherslum. Guð, ég fæ bara engin spel. Vistu hvað þetta ekki hlýlegt? Og eins og margar konur í Eyjum þá átti hún og sína örlega sögu, var kollung ekkja frá 4 dætrum þegar Gústaf, maður hennar, fórst með Helga 1950. En Hulda stóð þetta af sér sterk og var ákaflega ljúf kona. Við hliðina á þeim á hæðinni bjó svo ein hressilegasta húsmóðurinn í hverfinu, Sigga í Bjarma, með fullt hús barna. Hún var Ísfirðingur, notaði talfærin heilmikið og reykti af sér skemmtilegar athugasemdir um menn og málefni, lífið og tilveruna, hvort sem var í eldhúsinni, út á stétt eða bara við vindinn ef enginn vildi hlusta. Það var gaman að vera nærri henni. Nei, góðan daginn, prófessor Helgi, sagði 7 ára gamlan, þegar ég kom eftir hádegi í Bjarma, ekki líf með fólk í Borgarhól? Og svo hlógum við og það strikkaði á stríðnissvipnum, en eftir örstutt og þögn sagði hún, ef þú ert komin að spillunum Stjána mínum, þá ég vissum að ég mun flengja þig á eftir. Og eftir andartak bættum við, komdu inn ræfill, ég ætla að sækja Stjána, ekki hann að læra. Og ég gef ykkur kannski mjólk og mannslukökur og oxabakkari. Svona var Sigga, óþvinguð og glaðleg og lét okkur heyra það ef tilefni var til, sem var auðvitað alloft. Ég ætla ekki að teygja mig lengra niður Njarðarstíginn, en þar voru sem sagt amma mín, Helga í Klöpp, nafna mín og fleiri minnisstæðar konur. En ég ætla aðeins í lokin að víkja aftur að Steinholti og þegar Baldvin og Þórunn fluttu úr Steinholti 1958 þá keyptu húsið Kristinn Kristinsson frá Miðhúsum og Jóhanna Kolbrún Jensdóttir, Hanni, sem var alin upp í Hlaðbæ hjá sæmdarhjónum Sillu og Týra. Kitty og Hanni bjuggu á síðustu árum í Brekkuhúsum, eins og þið vitið. Líkt leyti fluttu á Efrihæðina Fríða og Jói með börn sín 2. Það var mikill vinskapur milli húsmæðranna og mömmu. Fríða var hæg kona og myndarleg. Hún, Hanni og Stína og Koli sátu oft að spilum á kvöldin heima og var þá tár á staupi, oftast heimalagað og mikið fjör. Ég á mynd af þessu kompani og hef á skrifborðinu hjá mér. Mér afar minnisstætt eitt sunnudagsmorgun 1958
þegar bankað var á útidyrnar heima. Ég fór fram og úti fyrir stóð dökkarð og myndari kona, nýflutt í Steinholt, Jóhanna Kolbrún, á dökkum morgunkjól og ég man að það voru blúndur á drifhvítri svuntunni sem hún bar framan á sér. Æ, gætu þið nokkuð lánað mér hveiti, sá hún. Og það var nú auðsótt mál, en þessi blúndubragur á heimilinu í Steinholti breyttist mjög fljótt og eftir aðeins fáein misseri var það orðið ævintýri líkast að koma í stóra eldhúsi í Steinholti. Þá var hnýtt á önglaferð, fellt af línu sem ekki var alltaf þriflegt starf og bjóðin þau héngu upp við eldhúsborðið. Sennilega hefur Kidda Miðursson, sá mikli veiði og fjallamaður og náttúrubarn, ekki verið mikið gefinn fyrir blúndur. Hanni var hláturmild og hrein á bein og æðrulaus. Ég enda á 2 sögum hana, þær sýna hve blátt áfram hún var og skjótráð. Eitt sinn settist framandi fugl á garðstöð heima í garði. Hanni sá hann úr Steinholti og gerði sig þá lítið fyrir og greip veiðiriffil Kidda og arkaði með vopnið út í Borgarhól. Meðan hún gekk yfir þá spígsporaði Óskar í bókabúðinni á stéttinni snúðlega og var alveg skelkaður þegar hann sá þessa sjón og hélt að aftaka væri í uppsýningu. Hanni svifti upp útihurðinni, ryksaði inn í eldhúsið og áfram inn í borðstofu og segir svo: "Má ég ekki slá upp glugganum, Aðalbjörg?" Hún beið ekki eftir svari, rak riffilinn út og skaut fuglinn í fyrsta skoti. Að svo búnu rauk hún út til þess að sækja fuglinn. Þau Hanni og Kiddi fengu sér hund, svarta tík sem kölluð var Hrefna. Hún var ótamin og gelti mikið. Eitt sinn sem oftar kemur Hanni inn í stofu með tíkin á eftir sér og kallar: "Aðalbjörg, má ég ekki nota símann?" Síðan þrífur hún símtólið og hringir í útvegsbankann. Þegar svaraði segir Hanni alveg formálalaust: "Get ég fengið að tala við bankastjórann?" Já, það gekk. "Komdu sæll, Baldur. Þetta er Jóhanna Kolbrún Jensdóttir frá Hlaðbæ. Get ég fengið víxil?" "Já, svona 30.000 kall." En í því tekur tíkin að gelta ákaflega og þá kallar Hanni hátt og mæðulega og án þess að leggja tólið frá sér: "Þegið þú, Hrefna, þegiðu. Ég að tala við hann Baldur bankastjóra." Síðan segir hún í símann: "Hvað segirðu, Baldur? Það er góð með þetta?" "Jæja, takk, ég kem þá með víxilinn og læt hann Týra skrifa upp á." Síðan tók hún á rás út: "Komdu, Hrefna, hún Aðalbjörg er svo hrædd við hunda." Líkur þá að stuttum útgáfu að segja frá konunum í kringum mig í þá gömlu góðu daga þegar maður gafti upp á heiminn eða á framhlið hans eins og nýborinn kálfur. Og ég spyr stundum almættið hvers vegna mátti þessi tími ekki verða að eilífð.